Halló, halló. Þarna kom það, sko. Ég nú ekki vanur að halda svona, en herðu, ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Ég heiti Ragnar og ég ætla að vera með vitnisburð í rauninni og smá sem sambland af orði Guðs sem staðfesti líka vitnisburði minn. Og ég ætla ekki að hafa þetta neitt mjög langt því að ég var búinn að nefnilega, ég kom hérna í gær nefnilega og ætlaði að fara hérna, fór með henni Mörtu minni, við fórum að sjá leikrit hérna sem dóttir mín leikur í og dansar og ég ákvað víst að veðrið var svona vont að fara hérna bara, ég hugsa, ég fer bara og tek mér bara hótel hérna í Keflavík og fer svo bara og fínpússa ræðuna sem ég ætla að ræða og hef það svo gott og kem svo bara í kirkjuna hérna morguninn. Þegar ég á leikritinu að því ég fór á frumsýninguna á leikritinu og þetta var lokasýning, að þá sá ég hvernig krakkarnir höfðu vaxið í allri framkomu og framburði og bæði í dansi og tjáningu og tali. Og þetta fjallaði sem sagt tvær manneskjur sem voru ástökin, en annar maðurinn, strákurinn, hann var í drykkju og eiturlyfjum og var í hljómsveit og svo voru svona grúppíur sem fylgdu eftir og þetta var svona barátta hans við að reyna að laga sig og hann samdi mikið af lögum sem voru í rauninni voru lögin öll eins en textarnir voru svona öðruvísi. En þarna þegar að hann verður ástfanginn af þessari stúlku og þá reynir hann svona að betrum bæta sig en reynir það sjálfur að betrum bæta sig og aðrir voru alltaf að segja honum að hann gæti þetta ekki. Hann myndi aldrei geta snúið við og verið einna konu maður og það endaði með því að hann bara gafst upp og það slitnaði úr þessu sambandi og svo kom svona margt inn í það sem við vorum að tilbýða, þarna var hljómsveit á sviði, þau spiluðu allt sjálf en þarna var hljómsveit að spila og síðan voru þau að svona hljómsveitina sko. Þetta var svona tákran og þetta snerti mig og svona skar mig aðeins að því þetta myndi mig svolítið á hvernig maður sjálfur hefur verið í gegnum tíðina. Maður búinn að vera að eltast við einhverjar mannasetningar og maður hefur verið að eltast við eitthvað allt annað heldur en Guð sjálfan sem birtist í Kristi Jesú. Ég ætla að segja ykkur aðeins sögu, það vitnisburður minn, að ég kynntist Drottni fyrir 30 árum síðan og ég byrjaði skeiðið mjög vel. Ég var mikið í orðinu og las og elskaði Drottinn og var svona að byggja upp lífið mitt eins og mér fannst, en ég lagði mesta áherslu á þessa ytri þjónustu. Það í staðinn fyrir að fara inn í helgun í bæn og lofgjörð og lestur á orðinu og leyfa orðinu að umbreyta og umskera hjarta sitt, að þá lagði ég meiri áherslu á alla þessa ytri verk og þjónustu. Og þegar að reynslutíminn kom, að því að Guð reynir alltaf trú okkar, að þá fór ég að gefa eftir og það var ekki neinum öðrum að kenna heldur að heimurinn bara þannig, hann reynir alltaf að toga okkur í einhver átt. Annarkvort sendir hann einhvern inn í líf okkar til þess og reynir að hafa áhrif eins og einhver vinuðinn sem frelsaður með þér og segir, vertu ekki svona heilagur alltaf. Þegar hann að segja mig, vá, sérðu rassinn á þessari maður og við erum í kirkju og við erum að fara að lofa Guð og þá hann kannski að horfa á rassinn og segja,
og maður segir, ég vill ekki og tali svona við mig, og þá sagt, verð ekki svona heilagur, og maður svona stingur við þetta, en það sem ég komist af að Guð segir að við eigum að vera heilug, við eigum ekki að láta tala svona til okkar, við getum valið og sagt bara, herðu, ég vill þetta ekki, en menn hafa bara, hver og einn þarf að gera það upp við sig, hvað hann ætlar að velja. Ég get ekki valið fyrir þig, og þú getur ekki valið fyrir mig, og ég get ekki sagt þér að gera neitt, eða þú sagt mér að gera neitt, heldur það Guð sem að þráir að eiga samtal við þig persónulega. Hann gaf okkur þetta orðið er Kristur. Ég var búin að skrifa eitthvað hérna, að ég var búin að skrifa niður, sko, svona, það sem ég svona einhvern veginn hvernig við heilsum og annað, en veistu það, ég er bara einhvern veginn, ég kann ekki alveg er ekki orðið nógu agaður í að fylgja því, en vitið það að ég var algjörlega óagaður. Eins og þið vitið þá veiktist ég og var veikur mjög lengi og hérna smá saman, ég þurfti mér að hætta vinnu sem ég elskaði og ég vann hjá IKEA sem öryggistjóri og elskaði að vinna þar, en vegna þess að minnið mitt var farið að hverfa smátt og smátt, að ég var hættur að muna hvar hlutir voru, ég gat ekki samhæft huga minn og hendur, en þess vegna var ég að hætta. Ég fór að leita mér allskyns aðstoðar og allskyns hlutir og mér voru gefið allskyns lyf og allskyns til þess að reyna að laga þetta ástand sem var á, og þeir sögðu alltaf að þetta væri stress og streita, að ég þyrfti bara að slaka á. En þar sem að ég fann í anda mínum alltaf, ég fann alltaf þetta kall til Krist. Það var það, hafði ekki sér kennslur sem að Kristinn hefur verið með. Það er kall til Krist, það er kall til að vaksa, það er kall til að þjóna og síðan er það kall til að fara. Og ég skildi aldrei þessa kennslur. Ég hlustaði á það fyrir 10 árum, kennslunars þessi 4 köll sem hann kallaði, og ég svona var stökk alltaf yfir þetta hlutverk. Ég fór beint úr kallið Krist, að játa Krist, og síðan hoppaði ég yfir vöxtinn og fór bara inn í þjónustu og svo fór ég út að boða. Vöxturinn náði aldrei að hjarta mínu, það náði bara að huga mínum, það náði inn í tilfinningar mínar, en ég hleypti því ekki að hjarta mínu. Og ég komst að þessu þegar ég var veikur og allar bjargir voru mér bannað, bara ég var búin að reyna allt mannlegt við að reyna að finna lausn á þessu, hvað var að koma fyrir mig. Og svo kom dómurinn frá læknavísindunum og það var sagt, heilinn í þér er að bila, það er ekkert hægt að gera, og við sátum hana, ég og dætur mínar, og við bara störðum á læknana og þeir sögðu, það er eina sem við getum gert, að það er að láta þér líða vel. Það við getum fengið alla þjónustu til að hjálpa þér og aðstoðið þig heima, og síðan getum við bara farið að vinna í því að fara að finna hjúkrunarheimili fyrir þig, af því þar muntu enda, sögðu þeir. Einhvernar hlauta vegna þegar ég kom heim og Sigga dóttir mín, hún grét svolítið, og hún svona kannski forherti hún Guðni mín svolítið hjarta sitt gagnvart þessu og var ekki alveg kannski lokaði sig meira af yfir þessu, en þá segi ég við Sigga, veistu það, nú hef ég fengið dóm, en þetta er í fyrsta skipti sem ég langar til að lifa. Mjög merkilegt að ég er búin að vera alla gönguna mín alveg síðan ég var krakki, alltaf langar til þess að deyja. Ég veit ekki hvað oft ég er búin að reyna að taka mitt eigið líf, og meira segja sem frelsaður maður þá bjóð þetta í hjarta mínu að vilja deyja, af því að ég bara þorði ekki að leyfa Guði að koma inn í hjarta mitt og rannsaka hvað í því bjó. Ótti bjó í huga mínum,
og hann var svo sterkur í huga mínum að ég hleypti honum ekki lengra heldur en bara að tilfinningu. Og ég skal segja ykkur það að þegar að þetta var þarna, þá var ég með aðstoð heima hjá mér, sem sagt, 2 á dag, og ég gat ekki einu sinni eldað því það var bara hægt að ég myndi kveikja í, og það þurfti að setja krók áður en ég fór að sofa fyrir hurðarnar svo að ég myndi ekki fara eitthvað að þvælast á kvöldin eða nóttinni. En síðan átti erfitt með að lesa, ég var með nokkur glerugu því á morgnana sá ég ekki neitt, hádegi gat ég notað einhver glerugu og síðan bara var ég alltaf að lagast. Nei, þú veist, að breytast, lagast eftir daginn, sko. Kvöldið var ég kannski komið með númer 1 í styrkleika. En ég fer að tala við dætur mínar og ég átti erfitt með að lesa að það var sett appinn í síma minn með biblíunni, orði Guðs, þessari og það heitir Biblían í appinn í símanum, og það var sett bara á eyra mitt og það var látið bara hljóma. Ekki frá byrjun Gamla testamentsins, heldur bara allt Nýja testamentið. Og það bara hljómaði bara, af því það bara búið að gefa það á hljóðbók í Biblíunni, og það hljómaði bara alveg bara stanslaust í eyrum mínum, og ég fann allt í einu að það fór að tala inn í huga minn. Það fór að ná í gegnum þennan ótta og þennan biturleika og alla þessa lygi sem að ég var búinn að selja sjálfu mér, að það fór að ná í gegn og að hjarta mínu. En ég var svo hræddur við að koma með það fram fyrir Guð, það sem að bjó í hjarta mínu, að ég var alltaf að segja því að Guð sendi góðan bróðir í Kristi inn í líf mitt, og hann sagði við mig, andi Guð sagði inn í anda minn, hann sagði: treystu þessum manni fyrir öllu því Guðs orði sem ég tala inn í líf þitt í gegnum orðið. Og ég hafði nefnilega aldrei treyst neinum. Það var aðalega erfiðasti hlutin í mínu lífi, að ég treysti engum. Ég hafði verið brotið niður af fólki sem kallaði sig kristið. Ég hataði allt sem að hét kristið og Guð og helgur dómur þegar ég var ungur maður og síðan vaxi og grasi. En síðan verð ég fyrir því að ég frelsast, að það stúlka sem kemur inn í dópbælið þar sem ég er, og þar var ég algjörlega búinn að gefast upp, nýbúinn að hlaupa, það fyrir 30 árum, nýbúinn að hlaupa úr meðferð og búinn að ákveða bara að eyða þessu kvöldi með félögum mínum og deyja síðan. Af því að ég var búinn að sanga mig fullt af lyfjum og annað, eins og ég hafði reynt oft áður og aldrei alltaf klikkaði, en þá kom þessi stúlka þarna inn og hún sagði: Jesú elskar þig. Og ég vissi ekki einu sinni hvert ég ætlaði að fara. Mér langaði að öskra á hana. En þetta náði inn. Og ég man það að ég fór út og fór heim, og ég fór á gólfið þá og ég sagði: Drottinn Guð, fyrirgefðu mér ef þú ert til, og ef þetta þú að tala, þá hjálpaði mér í gegnum þetta. Og hann gerði það. Hann leiðrétti alla hluti þarna fyrstu árin í lífi mínu. Hlutinni löguðust þar til að ég fór að eyðileggja þá aftur. Og ég skal segja ykkur það, að þegar að lækningin fór að koma inn í líf mitt aftur, að þá var Guð alltaf að tala inn í líf mitt með: ég vil hjarta þitt, Ragnar. Ég vil hleyptu mér alla leið að hjartanu. En einhverja hluta vegna þess að það bjó mikið reiði í hjarta mínu. Það bjó vantraust í hjarta mínu, þá var ég ekki tilbúin til þess að því að ég hafði bara heyrt að Guð væri vondur Guð. Hann refsar þeim sem að gjöri rangt. En ég skal segja ykkur það að eyða tíma með einhverjum öðrum sem er tilbúin til þess að lesa orð Guðs og leyfa orði Guðs og heilugum anda að leiða sig, að þá fór heilsa mín að lagast.
Ég man það að ég hafði ekkert gert að frá því að ég var aðstóð 2 á dag, þá var það bara 1 sinni á dag, síðan var það 1 sinni í viku og allt kom þetta frá dag frá degi á löngum tíma. Þetta var ekkert eitthvað sem skeiði bara svona. Þetta tók alveg einhver 2 ár þar til að ég var allt í einu bara farin að hugsa og ná hugsun og tali rétt aftur. Og ég man að ég fekk gefins frá einni systri svona einhverja spegla sem átti að líma á vegginn og mér var gefið þetta og þetta lá alltaf á borðinu inn í eldhúsi og ég horfði alltaf á þetta að því það hafði láðst þegar mér var gefið gjöfin að setja þá upp að því ég hafði enga heilsu eða burði til þess. En allt í einu stóð ég mig á því einn daginn að ég stóð upp á stól og var komin upp á borð og var að líma þessa spegla á vegginn fyrir ofan gluggann inn í eldhúsinu. Og ég tók ekki eins og eftir að ég var komin, heldur heyrði ég rödd heilags anda tala inn í minn anda og hann sagði, finnuru, sjáðu nú, finnuru hvernig orð Guðs að lækna þig. Og mér brá við þetta og ég allt í einu bara áttaði mig á því, ég var bara farin að gera hluti sem ég hafði ekki getað gert í mörg ár. Og vitið það að þegar ég kom niður þá beygði ég mig fram fyrir Guð og ég sagði, Drottinn, ég legg allt fram fyrir ef að þetta það sem að þú vilt að ég fari í orð Guðs og leiti þín á öllu hjarta, þá ég tilbúin til að leggja allt hvað mér finnst og hvað sem sagt, mín hugsun og skilningur og bara að lækningin komi. Og þá heyrði ég anda Guðs segja og hann sagði, vitnaðu allt það hvernig orð Guðs læknar. Það ekki maður sem læknar, það bara orð Guðs, það alveg sama hvað það Ég ætla að segja ykkur hérna að ég var búinn að vera að hamast heima í þessu að reyna að finna friðinn við tíma að því það var mikið að koma á heimili að fólki og það var alltaf að tala vandamálin sín og veikindi og annað, en ég átti alltaf góðan tíma með þessum bróðir hérna til að tala, en svo talaði Guð aftur og hann sagði, ég vil fá hjarta þitt, Ragnar, hjarta þitt. Svo ég hringi dætur mínar, þá var ég orðinn ágætlega róðfær og ég segi, vil ég hitta mig og ég sagði stelpur, og þær kom í bæinn og ég sagði stelpur, ég verð að fara austur í bústað. Ég ætla að fara þangað í viku og þið verðið bara að treysta mér. Systkini mínu leist ekkert á þetta sko. Þær voru bara fulla ótta og hræðslu að ég gæti ekki séð mig sjálfur, en dætur mínar vissu nákvæmlega hvað ég var að gera af því þær þekkja Drottinn Jesú Krist, þær þekkja orð Guðs og þær svo við keyru þær án þess að segja skoðun sínan, en ég fann að það bjó í þeim smá ótti, en þau tjáðan ekki af því þau treystu Guði að hann myndi vel fyrir sjá. Ég fer austur, þær keyra mér austur og við kaupum mat fyrir viku, og ég byrja að reyna að fara í orð Guðs og aga mig að því, en vitið það að ég bara áttaði mig á því þá bara hvað ég var rosalega óagaður maður. Ég kannski settist niður og búin að ákveða bara klukkan 7 morguninn, þá ætla ég að setjast bara inn í eldhús og vera og lesa orð Guðs. En vitið það, þegar ég var byrjaður að þá allt í einu var ég bara staðinn upp og ég bara stóð við vaskinn og var að gera eitthvað þar. Og ég sagði, heyrðu, nei Ragnar minn, nú skaltu bara fara og lesa orð Guðs. Og ég settist aftur og ég ákvað bara byrja alltaf á byrjunni, á sama stað og ég byrjaði á ef mér yrði hent svona á. Síðan byrjaði ég aftur, en svo vissi ég ekki fyrir bara ég var komin í stígvél og allt inn út að moka skafl í snjónum. Og ég samt áttaði mig allt inn á, herðu, ég var að fara að lesa orð Guðs.
ég fór aftur inn til þess að reyna að byrja aftur á sama kaflanum. Ég sagði, ég bara hætti ekki fyrir að hugur minn hlýði því að ég ætla að lesa þennan kafla. Og ég ætla ekki að reyna að skilja hann, ég ætla ekki að leggja neitt skilning í hann, ég ætla ekki að reyna einu sinni að mynda mínar skoðanir á því eða það sem að mér finnst, heldur ég ætla bara að lesa orð Guðs. Og ég skal segja ykkur það að það tók langan tíma, að meiri segja að það var komin vika og ég var bara ekki farin að ná almennilega í gegnum heilt bréf, af því að hugur minn var gjörsamlega óagaður og einhverja hluta vegna var ennþá eitthvað í hjartanu mínu sem ég var ekki tilbúin til að gefa Guði. Og ég segi við dætur mín að þær koma austur, ég segi dætur, ég ætla að voru að sækja mig og ég segi ég ætla að vera áfram. Og ég verð að komast í þessu. Ég finna að ég er algjörlega óagaður í huga, hugsun, gjörðum og verki, að ég ætla að bindast orði Guðs alveg eins og ég gerði í upphafi. Af því að andi Guðs hafði talað inn í mitt líf þegar hann sagði, þú hefur mist þinn fyrri kærleik. Ég vil að þú snúir tilbaka til þinn fyrri kærleik, þar sem að ég kynntist þér fyrst. Þar sem að ég kom til Krist fullur af iðrun og þakklæti yfir því sem hann gerði. Þess vegna fór ég líka austur. Ég vildi brjóta þetta vald sem var yfir mér og líka annað að þegar eftir vikuna, þær fóru bara út í búð með mér og við versluðum og svo eftir vikuna þá fór allt í einu orð Guðs að ná inn að hjarta. Og ég fann allt í einu að það fór að opinbera, fyrst kom þetta mannlegi í mér að ég sá alla aðra syndara. Já, þessi þarf sko að laga sig maður. Já, hann Bjarni bróðir þarf sko að laga sig sko. Eða systir mín, eða þessi, eða hinn. Og veistu það, og mér fannst ég vera bara búin að ná þessu sko. En andi Guðs talaði inn í anda minn og sagði, haltu áfram og komdu dýpra inn til mín. Ég hélt áfram og ég yfirsteig einhvern veginn þennan hluta að sjá alla aðra syndara en sjálfa mig. Mér fannst allt í lagi með mig sko. Ég var bara einhvern veginn sko, já nú er ég búin að ná þessu sko. En ég skal segja ykkur það að það var búin að líða þessi vika sem hún varð að mánuði, að það fór eitthvað að gerast. Orð Guðs að fór að opinbera mér að ég var lygari. Ég var óheiðalegur maður. Ég var syndugur maður. Af því að þetta orð, þú ert syndari og syndari, ég skildi ekki hugtakið hvaða þýddi syndin. Ég skildi ekki að lygi var hluti af syndinni. Ég skildi ekki og ég var óhlýðinn. Það var eitthvað sem ég bara, er ég svona óhlýðinn? Og það kom sorg yfir líf mitt. Og ég svona kvaldist að innan yfir því að ég skuli vera bara svona, með svona vont í hjarta mitt. Sviksamur, standi ekki við hluti sem ég lofa. Lofa einhverju og gjöra það ekki. Segja já en gjöra það ekki. Þetta er eitthvað sem að ég vissi ekki að byggi í lífi mínu. En orð Guðs, það opinberaði mér þetta. Og það var það sem að Guð vildi. Hann vildi ná alveg inn til þess að umskurð hjartans gæti hafist. Að hann gæti skorið burt þennan hluta sem eins og Páll talar að við eigum að afklæðast þessum
gamla synduga manni sem að ég var eilíflega að plástra, reyna að laga hann og ég var alltaf að reyna að laga þetta ytra. Ég keypti mér fallegan bíl, ég bjó í góðu húsnæði, ég gekk í fallegum fötum, vel greiddur góðum skóm og með biblíu hönd, mætti þannig á samkomur en á þess á milli þá leit ég ekki í orðið. Af því að synd var í lífi mínu, að ég var ekki tilbúin til þess að koma fram. En ég skal segja ykkur það, að þegar sorgin kom inn í líf mitt þarna, yfir veikleika mínum og syndun mínum og þessum afbrotum sem að voru tengd gjörðum mínum, hegðun minni og verkun mínum og líka þessi ranga hugsun sem að maður hafði verið mataður úr í einhverjum bókum sem að menn skrifuðu, að ég var að taka við margt sannleikur í þessum bókum, en stór hluti af þessum bókum skrifað af mönnum, beint frá þeirra hjarta líka. En ég skal segja ykkur það að ég hélt áfram, en heilagur andi, hann huggaði mig. Þarna fékk ég að kynnast það sem að Jesú talar í Jóhannesi 14. Við skulum skoða eins hvað hann segir í Jóhannesi 14. Sjá, við skulum hérna. Við skulum fara hérna. Hérna segir hann, andi sannleikans eins og hann talar, í 15. versi í 14. kafla. Þar segir hann, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því að hann sér hann ekki né þekkir, en þér þekkið hann því að hann hjá yður og verður í yður. Og það er þetta sem að ég áttaði mig á, að skilningurinn, ég lagði ekki minn skilning í það heldur að heilagur andi, hann fór að tala inn í líf mitt það sem að orðið opinberaði mér. Og það þegar Páll talar til dæmis líka, þegar Páll talar að hann hafi ekki þurft að vera í læri hjá neinum, heldur hann var í læri hjá sannleikanum sjálfum, Jesú Kristi, og hann kendi honum persónulega, og þá sá ég fyrir mér einhvern tímann þar sem hann sat á móti Jesú og þeir voru bara að ræða saman svona, en vitið það, orðið Kristur, hann kom hér sem maður, hann talaði orð frá föður sínum til okkar mannana og hann boðaði okkur trú til þess að við myndum komast aftur inn í hvíldina til Guðs og við eignumst þennan frið sem fylgdi því. Ég skal segja ykkur það að ég fór í gegnum hlutina alla æskuna sem að ég hafði gengið í gegnum sem ég var búin að fela. Fullt af hlutum sem ég hafði brotið af mér og aðri brotið af mér og annað sem ég þurfti að ganga í gegnum og koma fram fyrir Guð með. Þess vegna segi ég Guð persónlegur Guð. Við þurfum að eiga þetta samtal við Guð. Vitnisburður minn á að vera til ykkar að hvetja ykkur til þess að líta aga hugan ykkar að orði Guðs. Það svo margt sem að ég mun gera það seinna sem að ég mun þegar Guð gefur að ég hafi náð þessu vaxta takmarkinu til þess að flytja orðið svona skýrara en Guð lagði á mig bara vitnisburði minn. Ég var búin að skrifa fullt af hlutum sem eru bara rosalega flottir og réttir úr orði Guðs og það bara orð Guðs. En þegar ég var í gærkvöldi
að ég ætla að hafa næs á þessu hótelherbyggi, vitið þið það? Ég ætla að sitja þar bara og klára að skrifa þessa ritgerð, en vitið þið það að það var 7 gráðu hiti í herbygginu. Og það var engin ofn að þeir komu með rafmagnsofn inn í herbyggið. Og þetta hótel fekk 3,5 stjörnu og ég held þetta væri bara mjög gott. En það var alveg norðan gattur á gluggana og blesólís í gegn. En ég hugsaði bara, herðu, ég læt mig bara hafa. En ég hafði engan tíma í að laga þetta sem að ég ætlaði í mannlegum skilningi að gefa ykkur, sko. En Guð vildi bara að ég kæmi fram sem maðurinn Ragnar, og það sem ég þótti svo rosalega gott, því ég heyrði í honum, heitir hann ekki Steingrímur, hann var að tala hérna síðustu helgi og hann segir, ég er maðurinn Steingrímur. Hann var ekki neitt annað en maður. Og það er sama hvað skeiði hjá mér eftir svona líklega 1,5–2 mánuði sem að ég er fyrir austan að leita í orðið og leyfa orðinu að umbreyta hugsunum mínum, umbreyta öllu því sem að ég hafði byggt upp sjálfur og öllum þessum mínum persónlegu skoðunum, að ég leyft því að verka í mér, þá allt í einu upplifði að ég var maður. Ég var maður sem Guð sjálfur, Faðirinn á himnum, í gegnum sonans vildi hann hafa persónlegt samband við. Hann vildi að ég talaði við hann og hann talaði við mig. Og það er sama sem hann vil gera við einn og hvert okkar, að hann vil eiga þetta persónlega samband. Og ástæðan fyrir því að ég er ekki mjög mikið að því að ég er ekki alveg farin að finna orðin, því að ég veit að Guð hefur aldrei getað notað mig fullkomin. Þegar ég frelsaðist og leystist, þá lenti ég í slysi og ég var í endurhæfingu í 3 ár og þegar að ég náði mér eftir þessi 3 ár, þá kom hroki upp aftur og í heilt ár þá lendi ég bara í öðru slysi og þá let ég bara af þessu, sko. En ég sofnaði á verðinum. Ég fór að hlusta á eitthvað annað menn en ekki orð Guðs. Það er gott að hlusta á pastorinn okkar og þá sem að predikar, en það á að vera hvatning til okkar til þess að snúa okkur að orði Guðs, að því að það er engin maður sem getur útskýrt orð Guðs. Það er aðeins andi Guðs, það er aðeins Kristur sjálfur, því hann er orðið á himni, það er Faðir, orðið og heilagur andi sem vitna. Á jörðinni er það heilagur andi, vatnið og blóðið. Og þess vegna, og í því er Kristur, hann er orðið. Og ég ætla að segja ykkur það að ég var í 9 mánuði fyrir austan, bara í þessu, og veistu það, eftir ég kom heim, þá bara hélt ég því áfram. Allir mínir dagar eru í orði Guðs. Og núna er ég farin að finna það að það er farið að verka í mér, það býr í mér orðið og ég er í Kristi og Kristur í mér. Heilagur andi kennir mér, hann huggar mig þegar að sorgin, þegar ég finnst ég ekki geta eitthvað, að þá kemur heilagur andi og hann umfaðmar mig og hann leiðréttir hugsanir mínar. Og ég skal segja ykkur að það kemur oft fyrir að það kemur einhver hugsun frá þessum gamla Ragnari sem að ég jarðaði með mömmu minni. Þegar móðir minn dó fyrir 2 árum, þá kallaði ég dætur mínar og segjum komum upp í garð, og það var ekki búið að grafa yfir hana, heldur eftir erfðadrykkjuna fórum við upp eftir, og ég sagði, stelpur mínar, nú ætla ég að hafa þetta svona tákgrænt. Nú ætla ég að grafa þennan gamla Ragnar sem er fullur af reiði og beiskju og hatri út í alla og alla. Nú ætla ég bara að jarða hann og verða ný sköpun.
og við bara höfðum þarna svona verk. Ekki það að hann var alveg farinn, af því að í þessu holdlega mínu, þar sem að ég hef búin að venja mig á, þar kemur vaninn oft aftur, og þegar kemur hugsun og segir, hvað ætla þú getur ekki þetta eða hitt, þá allt í einu kemur bara án þess að ég áttaði mig á því fyrst að kom, hvað þú að gera hér? Þú átt ekkert heima hérna lengur. Og þessar hugsanir sem að sögðu, þú getur ekkert, þú kannt ekkert, þú ert barn djöfulsins, þú ert svona eða hinsegin. Núna hafa þessar hugsanir ekki áhrif, því að þær fá aldrei að koma inn að því að orð Guðs býr í mér og ég býr í því. Og orðið Kristur Jesú. Og það hann sem fór á krossin. Það hann sem dó. Það hann sem fullkomnaði verkið og ég bæti engu við verk hans. Annað en bara ég gefst bara orði Guðs og það fer að lækna líf mitt. Tilfinningar, hugsanir. Ég stjórnast ekki lengur af tilfinningum. Ég stjórnast af anda og orði. Og í dag á ég æðislegt líf með öðru fólki sem að les Biblíunar á hverjum degi. Við ræðum orð Guðs á hverjum degi. Við stúderum orð á hverjum degi. Við hugleiðum orðið á hverjum degi. Við byggjum á hverjum degi. Og dagurinn hjá mér bara að verða lofgjörð af því að orðið býr í mér og það að verka á og þetta ég skil ekki akkur ég vildi þetta ekki áður. Ég bara skil ekki akkur ég hafna þessu. Ég skil ekki og það sem ég sagði bara oft við hann Ásgeir bróðir í Kristi, ég sagði, akkur gerði ég þetta ekki fyrr? Hvað var ég að hugsa? Akkur gerði ég þetta ekki fyrr? Af því að ég fór að finna allt í einu frið, það kom friður yfir. Það kom fögnuður. Sorgin fór og kom fögnuður í því. Ekki það að ég ætla að vera að hoppa og skoppa og stjórnast af einhverjum tilfinningum, alls ekki. Að það gott að lofa Guð með uppleftum höndum og syngja öll saman í lofgjörð til hans. Það eingöngu til þess að styrkja okkur og hvetja okkur til þess að halda áfram inn í orð Guðs. Því að menn hafa komið til mín og sagt, lofgjörðin, vakningin mun komið gegnum lofgjörðina. Ég segi það, ef að vakning í lífum okkar á að koma bara í gegnum einhverja lofgjörð, ekki gegnum orð, að ef að það kemur gegnum lofgjörð, þá nær hún aldrei neitt lengra heldur en lofgjörðin gefur. Hún bara stoppar. En ef við förum í gegnum vakningu, í gegnum orð Guðs, þá varir hún. Sú vakning sem að varð þegar Martin Luther King fór á stað og aðskildi og gaf út orð Guðs til hinna sem að þekktu það ekki. Sú vakning hefur staðið síðan. En hún hefur sofnað síðastliðin svona 17 ár, þá hefur hún sofnað og ég sofnaði með. Það fólk sem að hefur gert þetta líka, tekið orðum Guðs og farið inn í orð Guðs, þetta fólk sem ég kringum, það segir alltaf með sama vitnisburði, af hverju gerði ég þetta ekki fyrr. Og ég ætla að segja ykkur eitt bara, að Guð, honum ekkert megn og það alveg sama hvað við höfum gjört. Við skulum ekki vera hrædd við að koma með það fram fyrir Guð því að hann ekki þessi refsandi Guð sem að ég fekk mynd af þegar ég var 11 og 12 ára gamall. Hann ekki þessi vondi Guð sem ætlar að brenna mig í eilífum eldi. Hann ekki sá Guð. Ef að ég tek við Jesú Kristi og trúi og hleypi honum inn í hjarta mitt, það að trúa með hjartanu og leyfi orðinu að
þroska mig og ég vex, þá vex ég rétt inn í þjónustu og þegar þjónusta mín er farin að verka, að þá fer ég út. Og það það sem að ég mæli með að við gefum okkur að heilagri ritningu. Það bara Jesú Kristur sem hefur fullnað þetta verk. Hann hefur fullnað. Það sigur. En máli að það alltaf verið að selja okkur eitthvað annað. 7 bréf, þetta svona eins og syndaraflausna bréfin voru. Að það verið 7 skref til Krist. 7 skref til þess að leysast. Það ekkert svoleiðis. Það vissulega ákveðnir ákveðna brekkur. En það bara í gegnum orð Guðs. Þú færð það ekki með því að kaupa einhverja bók til þess að hún leysi þig. Eða einhverjir menn sem eru milligangarar, að við eigum ekki að taka þá. Það bara einn meðalgangari, það Jesú Kristur. Ef við förum í orðið, þá getum við tekið upp einhverja bók sem einhver hefur skrifað. Þá líka þekkjum við hvort hún sé frá Guði eða ekki. Þá þekkjum við villunar. Við þekkjum þá líka og lesum þegar það kemur frá einhverjum manni. Eða þegar það kemur frá Guði. En þetta átti að vera allt öðruvísi, en þetta bara svona ég. Og ég elska ykkur. Og ég get sagt það með sanni í dag, að það sem gerðist þegar orðið fór að verka í mér, þá fór ég að elska öðruvísi. Og veistu hvernig elska mín í dag? Að ég lét engan fara frá mér öðruvísi heldur en að blessa hann á einhvern hátt. Eða ræða við hann orð Guðs. Og ég búin að sjá mikið meiri ávöxt af því sem að orðið að gera í mínu lífi. Ég hef séð að gera meiri ávöxt á lífi annara heldur en ég sá öll þessi 20 ár þar sem að ég var ekki að hlýða. Svo ég segi þetta gengur út á það við hlýðum orði Guðs. En þetta kannski búið að vera langt og slitrótt kannski, en það bara svona. En með hverjum degi þá vöxum við. Og með hverjum degi þá læðist okkur að koma því sem í, að Guð gefur okkur rödd. En í dag rödd mín svona, og ég þakka fyrir mig, og ég bara bið drottning Guð að blessa ykkur og varðvita. Ég kann ekki vera með svona. Takk innilega, Ragnar. Það þessi vitnisburður að heyra hvað Guð hefur gert hjá öðrum. Með orði vitnisburðar og blóði lambsins sigruðu þeir, segir ritningin. Hann sigruð við. Og þegar við heyrum vitnisburð eins, að þá innifalið í þeim vitnisburði krafturinn að það gerist líka í þínu lífi. Ég var einmitt að hugsa, því að hann líka að segja mína sögu, og þegar þú varst að tala, þá myndi andi Guðs mig á vers sem ég las einhvern tímann í Sálmi 107, og það byrjaði svona í versi 17. Þeir sem sýktust vegna syndugs lífernis, þjáðust þarna í misgjörða sinna. Það svo margt sem ég býti sjálfur, ég býti vandan sjálfur og svo vill ég kenna Guð Síðan segja hann, þeim bauð við allri fæðu og þeir voru nærri dauðans dýrum. Við lifum ekki á brauði einu saman, heldur sér hverju orði, en mér bauð við fæðunni. Þetta bara fals, þetta kristnur bara feik og þetta. En við sjáum það líka af því að stundum treystum við meira á ytri helgisiði heldur en raunverulegt samfélag við Guð. Síðan segir hann, þá hrópuðu þeir til drottins í neyðsinni og hann bjargaði þeir úr þrengingu þeirra, sendi orð sitt og læknaði þá og bjargaði þeim frá gröfunni. Þeir skulu þakka drottni miskunn hans og dásandaverk hans við mannanna borð.
honum færum við þakkarfórnir og segjum frá verkum hans með fögnuði. Og það þetta er svo heilbrigt að heyra svona vitnisburð. Maður sem búinn að ganga lengi með Guði, en samt er hjartað eitthvað, ennþá, það svona bogið, það svona, forhert. Og það þessi forherðing hjartans, að herða hjarta sitt. Ég vil líta út eins og kristinn, en það forherðing í hjarta mínu. Jesús, hann talaði til lærisveina sinna þegar hann var á leiðinni til Damaskus. Nei, þeir voru á leiðinni á Emmausveginum. Hugsa ykkur, Jesús sagði þetta við þá. Ó þér heimskir og tregir í hjarta, til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þér heimskir og tregir í hjarta, að þið viljið ekki trúa því sem spámennirnir hafa sagt. Og ritningi segir þetta á mörgum stöðum, og þetta ekki til þess að koma skömm á okkur, heldur koma okkur inn í samfélagið. Horfðu, sjáðu, þetta lifandi orð, þetta hérna. En við treystum frekar ykkur náttúrulegu. Það eins og, það er svo gaman eða þú varst að lýsa þessu. Ég ætla að fara í orðið, svo ég bara farin eitthvað annað. Og við köllum þetta að hafa athyglisbrest, sem skammstöfunin ADHD. En ég búinn að skýra það upp á nýtt. ADHD þýðir algjörlega, drottni, háður, daglega. Það ADHD. Ég algjörlega, drottni, háður, daglega. Og þetta lagast allt saman. Hugsaði, læknavísindin búinn að segja, heyrðu, heilin þinn bara að bila, segja þetta við Ragnar, þetta bara útkoman. Ætlar að trúa því, eða ætlar að trúa því, að Guð sendi orð sitt og lækni því. Og þú sem ert að hlusta á mig í dag, trúiru að Guð geti læknað þig. Og þetta svo einfalt. Nálægt þeir orðið. Nálægt þeir orðið í dag. Ef þú játar með munni þínum og trúir í hjartaðinu, þá munt þú hólpin verða. Þetta gert svo auðvelt og einfalt fyrir okkur að koma til hans. Ég skrifaði þetta í gær, ég var að lesa þetta fyrir dóttur mína sem býr í Bandaríkjunum. Og ég ætla, það var þetta líkt, ég vorum að tala akkurat þetta, að herði ekki hjarta sitt, og sem ég deildi með ykkur hvernig ég tala alltaf við dætur mína, þegar mín orð, pappa dugði ekki, og svo gaf Guð mér þetta að horfa í augun á þeim og segja, ekki herða hjartaðið. Og þú sem ert að hlusta núna í dag, ekki herða hjartaðið. Ekki herða hjartaðið. Auðmjúkum veitir að náð. Ég ætla bara að ljúka á þessum orðum, og þetta svona alveg í takt við það sem Ragnar var að deila með okkur. Og það hefur að gera með þetta að taka upp krossinn og afneta sjálfum sér. Við erum með heiminn fullan af sjálfshjálpar bókum. Að hjálpa sjálfinu. Meðan Jesús segir, ef þú vilt fylgja mér, þá afneitur þú sjálfu þér. Þú þarft að deyja. Sá sem tínir lífi sínu í mér, hann mun finna það. En sá sem að reyna að varðveita líf sitt alltaf og reyna að líta vel í augum annarra og almenningsálitið skiptir mestu máli, hann mun tína lífinu. Þetta akkurat öfugt við það sem að heimurinn að reyna að kenna okkur. Og það þetta að taka upp krossinn, og þegar við tökum upp krossinn verðum við að afneta sjálfum okkur, því sjálfið mun vilja hafna og horfast í augu við og gangast við þessari hræðilegu byrði. Hvað það er, þá getur ekki eða þorir enginn að segja náungunum. Það svo hann lýsti svo vel. Ég þori ekki að opna hjarta mitt. Ég þori ekki að segja frá. Ég lít svo vel út núna, og ef ég segi ykkur hérna, þá kemur svona skuggamynd á þessa ímynd, að ég lít svo vel, ég svo flottur kristinn. Og þetta á við alla. Já, fermingin mín var æðisleg. Hún var svo flott. Það alltaf ytra byrði. Já, giftingin mín, hún var svo glæsileg. Alltaf ytra byrði. En ertu að tala við konuna þína? Ertu að eiga samfélag? Nei, bara giftingin var æðisleg. Síðan var ég að punta þetta niður hér. Oft það sem virðist
það sem virðist svona banvænt áfall en eru raun aðeins einkenni en ekki hinn sanni syndar sjúkdómur, þessi sálar óreiða, pirringurinn og reiði mannsins eða neyð drykkjumannsins til ílöngunar örvandi efna sem eru vegna gremju og sjálfsáverðingar, hulda dýpri ílsku sem nagar andlegt líf í burtu. Svona leið mér líka, að vera að naga andlega lífið í burtu inn í mér. Því ég var að herða hjarta mér. Þetta er alveg sama og Ragnar að deila með okkur. Síðan meira að segja það, hvatning annara, hún misti algjörlega marks og þegar við verðum að bjóða mig hjálp og umbætur og vonaríka framtíð, að því að samviska mín leyfði mér ekki eða vildi ekki, þrátt fyrir að ég var að greina vel góðvildan og fyrirgefninguna, þá var ég samt hatursfullur í garð krossins. Krossin sem einn gat veitt mér aðgang inn í lífið. Krossin móðgun fyrir suma, en hún hjálpræði okkar. Amen. Faðir, við þökkum fyrir þennan lifandi vitnisburður Ragnars. Ég biðjum að áframhalda þetta blessan, að andi speki og opinberunum mætti dvelja yfir honum og okkur og öllum þeim sem að hlusta á. Eins og Páll segir í Efesusbréfinu 1. kafla 17. til 21. versi. Að hún meir opna sálarsjón okkar, að við sjáum og fáum að þekkja þig, að andi speki og opinberunar sé í okkur og yfir okkur til þess að við fáum að þekkja þig. Því að það hið eilífa líf, að þekkja Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist, son þinn. Faðir, ég bið fyrir öllum sem undir röddu minni nú, ég bið þess að andi þinn farið djúpt inn í fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar og dæmi hugsanningar og hurringar hjartans. Og ef að þú sem ert að hlusta núna, að þetta hefur komið við þig, þá getur við beðið þessa einföldu bænar, segi Jesús, ég kem til þín, ég bið að fyrirgefa mig syndi mínar, ég vil fylgja þér. Í nafni Jesú. Amen. Amen. Takk fyrir daginn.